Arnar Guðjónsson, velkomin í Simpaspjallið. Takk. Þannig ég búinn að kíkja á því einhver skipti núna í sumar á Selfossi, við búum báður á Selfossi. Það er rétt. Og þú ert búinn að liggja í mér alveg hvenær ég myndi taka þig í Simpaspjall og loksins við komið að því. Svo er þessu illa undirbúin, ég er ekki sem að horfa á nýtt líf. Já, þú ert alltaf meir í dalalífi þessu. Þú ert auðvitað frá sjónu, sko, ég er inn á landi, þannig að dalalífið er mín mynd, sko. Mér fannst helvítið fyndið þegar ég kom með spurninguna til þín hann í vor. Þú komst alveg að fullu. Slóst með aðeins slóði aðeins út úr læginu. En nóg með það. Segðu mér aðeins frá þig, maður bara einhvern veginn sá þig allt í á bekknum hjá Craig í Eurobasket eða ekki? Já, það var fyrsta sem ég sá þig sem þjálfara. Ég var nú búinn að vera einhver 2 ár áður, sko, ég var með landsliðinu og ég var búinn að vera með síðasta árið Petur Ökvist 13 kannski, 2013 og svo var ég fyrsta árið með Craig 14 þegar við tryggjum okkur inn á Eurobasket 15. Já, en fram á því varstu bara búinn að vera út í Danmörku að þjálfa? Ég hefði verið 2 ár á Hornafirði Sindra og 2 ár á Selfoss sem eftir sögur hjá Brynjarvík. Já, aðeins ykkur út til Danmörkur. Og hvenær fórstu aftur út til Danmörku? Það man ég ekki. 2008-2009. Og hvað, og byrja, var hann þannig að Craig, var hann að þjálfa þar líka eitthvað? Já, kynnist honum það? Ég kynnist honum það, sko, en það ég er búinn að þjálfa svo 4 ár í Danmörku held ég, 4-5 ár áður en ég fer að vinna með honum. Já. Vann ég öðru félagi þarna fyrstu 4 árin og svo fer ég til Sönborg sem við erum saman. Já, þar sem hann var líka? Já. Ég hef ekki farið þangað 13, unnið með hann 1 ár og svo tekur hann við landsliðinu. Já, ok. En allavega, og svo kemurðu til Íslands í fyrra? Já. Tekur við Stjörnunni og hvernig var fyrsta tímabilið? Það var bara eins og alltaf í þessu vonbrigði og gleði svona til skipti, sko. Vinnir náttúrulega bikarinn? Já. Þú verið deildarmeistari líka? Já, og svo þetta var móti ég kom í undanúrslitum. Mjög sorgandi. Já. Það er svo í þessu. Ég hef hitti Einar Árna daginn og svona myndist á þessa seríu hans og hann svona held að ekki komið fram í sem sjálfu spjallinu en svona þegar hann sá Írekan að slá ykkur út líka það svona mildaði höggið kannski aðeins fyrir hann þá sá hann kannski bara Írekan voru alltaf bara drullu góðir líka. Já, það var bara kredit á það og þeir voru flottir, píkuðu réttum tíma og þetta voru við mikið að meðslum alla deildakeppnina og kannski kláruðu kannski ekki á stað sem það var raunhæfur, við áttum spilum við að leika í undanúrslitum í bikar og bara áttum í tómu brasina, þetta var myndir í hálfleikamóti og svo voru þeir bara betri en við þannig, við líka serið. Já, þannig að það kannski það sem svo talað sér skemmtilegt við þessa úrslitakeppni, þannig að deildakeppnin basically skiptir engu máli, það er bara hægt að toppa réttum tíma og... Já, það er voða fínt að við bara fengið einhvern Íslandsmeistaratitil fyrir að vinna deildina, en það er ekki þannig í þessu. Það er þetta sem gerir þetta skemmtilegt og úrslitakeppni fyrra, frábær skemmtun og fólk hefur gaman að því. Já. Hvernig er sumarið sem búið það? Við æfðum, tókum 2 vikur í frí eftir að deildin kláraðist. Æfðum síðan maí og júní. Já, 3 vikur í maí og allan júní. Svo frí í júlí, svo fyrir þið til Östurmanningi. Já. Hvaða breytingar verða á liðinu hér núna á milli? Hverjir eru farnir og Brandur Rosell og Antti Canero verða ekki áfram og Colin Pryor fyrir yfir í ÍR og Philip Kramer kemur ekki aftur og stæðan fyrir það þá erum við konum með Nick Tomsik sem var í Þór Þórðarsöp og Kyle Johnson sem er kanadísku breti, breskum meistaramaður og Jamar Akko sem er strákur myndur skóla þannig að þetta eru svona þessi 3 og hann er kanning sem sagt? Hann er kanning, já og svo fengum við Orra Gunnarsson upp úr unglingastarfinu hjá okkur og Friðrik líka upp úr unglingastarfinu strákaði með unglingarlandslíki mjög spenntur að fá það inn svona þetta spurning, við gætum verið að missa Frikka síðan hann er núna úti bara hvað er ekki síðasti dagurins í dag þar sem hann er að skoða sig hjá Alba Berlin og Telekom Bonn í Þýskalandi við erum að fá hann í unglingaakademíuna þar. Ok, spennandi fyrir hann. Geggja, alveg geggja, þetta missið fyrir okkur og mjög spennandi 16 ára spilari, mjög þroskaður með að vera 16 ára, hann standa sig vel í sumar, geggja fyrir hann að fá þetta tækifæri. Vonandi gengur eftir og kemur í ljós bara núna næstu dögum. Já.
Já, Tomsik, þú minnist hann. Já. Mín speki, ég hef ekki mikið viti á Sifjart og ég veit ekki um það bara. Já. Hann alltaf spilaði svo sem bara point guard hjá Þór Þorlákssyni í fyrra. Já. Og nú Ægir líka point guard. Hvernig, hvað er báðir að fara að spila point guard eða hvernig? Við vorum með 2 point guard inn á allan síðastöður. Já, Brandon Rossell er point guard og Dúi Þór kemur sér inn með honum. Þannig að tvisturinn í okkur mér finnst ekki verið að hann sé tekið bóttum. En Tomsik er tvistur hjá okkur og Ægir og Dúi sjá lengstu myndastöðum. Já. Og Kani hann er hvað? Kom beint úr skóla sér? Já. Hvaða skóla var hann? Semst ekki beint úr skóla, hann kemur úr Montana skólanum, fer í Pro A í Fraklandi og er bara reikinn á pre-season, kemur hlokka beint frá Fraklandi. Já, hann byrjaði 18 manna fyrirlinn basically í Fraklandi. Já, ég var 2 vikur eða eitthvað slúðis. Já. Og bara eins og gengur ekki gerist. Pro A er náttúrulega gríðarlega sterkt. Já, og hann hafði ekki það sem þeir voru að leitast eftir og við ákveðum að taka sinni á hann. Já, mín svo sem speki segir það, ef hann kom til álita í Pro A, þá lítur eitthvað að vera í drengjum spunnið. Já, það er bara ungur strák og beint úr skóla og margt eftir ólært, en hann hefur alveg eitthvað að hafa líka. Og hvaða stöðu spilar hann? Hann er miðherri. Miðherri? Já. Eins og Hlynur eða hvað, en Hlynur þá komin í fjarkan eða? Hlynur í fjarki. Hlynur getur spilað allt bara? Já, það skiptir engum máli, hann var nú linski, bara að gera það að gera. Og fyrir utan sláturinn á mínum mönnum í daginn, hefur spilað einhver aðra æfingarleiki? Nei, hann er fyrsti æfingarleikur fyrir það er svona sem kannski ekki alveg margtekur, þeir eru mjög vænbrotnir og ég held að það eru glömmt til sko. Já. En hvernig sérðu þetta fyrir þér í vetur? Hvaða lið að fara? Ég er bara búinn að sjá okkur í dag sko. Þessi eini æfingarleikur er eina sem ég er búinn að sjá þannig. Og ekki mikið mark hægt að taka á þeim leik með Nei, þannig að ég held að ég sé nú kannski ekki rétti maður alltaf að vera með eitthvað óðalega spádóma sko. Já, en svona með þú veist, hvað leikum að fara þá og fá styrkja Káringa sig? Káringar er alltaf góður, það er bara gefur auðvitað leið sko. Ég veit ekki eins og hvað útlendingar menn eru konir með það neitt svoleiðis, ég nenni ekki að bæla því strax sko. Jú, ég veit að Stólárnar vera góður. Ég þekki einhverja 2 útlendingar þarna sem þeir eru að taka og búin að skoða hana þeirra og þekki undan Jakka og góður grunnur og góð þjálfari og mikla metri á baldri. Þannig að ég veit það ekki. Það er einhverja aðrir sem spá í þessu, ég nenni ekki að... Það er ekki þitt. Það er ekki þitt jobb. Þitt jobb er bara að þjálfa og... Já, ég fyrir að kíkja Þórsarana bara á mig og það var fyrsta leik sko. Friðrik Ingi gamall í hættunni. Já, hann mættur að það. Reynslu hundur. Ekki gaman að fá hann aftur inn í boltan? Ég hef bara aldrei starfað á saman tíma fyrir ekki. Nei. Þannig að ég fíla, en hann var framkvæmdastjóri KKÍ hvað sem að titillinn hans var. Þegar ég kem inn í landslið, við ræðum með hann inn á svona tíma. Þannig að þú hefur alveg hitt hann og Jú, kannast við hverju? Við hefum farið góða ferð til Kína saman og hann að jú, ég þekki hann mjög vel sko. Kann vel að með það, hann góður yngur. Já. Mig grunar það nú að krafan hérna í Garðabænum væntanlega bara alltaf á alla titla. Það er ekkert breytt. Við ætlum að reyna að gera betur en hér. Það er engin löngunarmál með það. Og það verður erfitt. Spilin verður rosalega sterk og alveg eins og fyrra. En við erum ekki mannir, við ætlum bara að gera betur en fyrra. Já, og að gera betur þá allavega að fara í finals, en þú vilt bara fara alla leið, þykist ég þetta? Jú. Og þú telur vera með lið sem ágæta að þetta, væntanlega? Ég held sem við hillir sko. Ég veit ekki hvernig við komum til með að bera okkur saman með önnur lið, en við erum í þessu klærna að vinna, það er ekkert aðalatriði um það og en segjandi það 15. september, það er svolítið, en hvað er í dag? Það er 17. Cirka. Þannig að við ætlum að reyna að vinna alla leikir sem við förum í og það ekki einhver eftir það á tvistöldmestari sko. En kannski nummer 1, 2 og 3 bara að gera liðið klárt núna. Það er algjör óþörf að vera að velta fyrir sig hvað er að gerast í maímánuði núna. Og eru margir æfingarleikir framöndan? Hvað spilar marga? Ég spilaði 2 viðbót. Og þú ert ekkert í þessu, ekki ætli Gleysir núna helgina? Nei, við fengum nú ekki boðið það í þetta skipti. Það er mikið kannski bara mestmægnis að því við eigum Þórsarana í fyrsta leik sko. Já. Við vorum á því móti í fyrra, en við spilum núna við Hauka eftir einhverja viku, cirka. Og svo spilum við þarna meistarana í KR. Já. Það var
Þannig að þú ert væntanlega bara spenntur fyrir komandi tímabili, með nokkur ástæður annars. Þetta er svolítið skemmtilegt, þetta er ekki það. Það er alltaf spenntur, gaman að fara að keppa. Það má vera langt sem öðru og það er bara mikið tilhlökkun að fara á stað aftur. Já, mikið spennandi, sjálfsög. Og stjarnan skín í skært, er það? Já, er það ekki einhverju lagi hjá okkur? Það er eitthvað svoleiðis. Jú, við ætlum bara að reyna að vera gott körfuboltalið, það er á hreinu og eins og ég segi, það er þrátt fyrir að þetta fara einhverja rök fyrir því að þetta er þetta besta season sem við höfum átt í fyrra, þá var það ekki tilfinningin þegar við löpum út og við vorum ónsvinnir með árangri í fyrra og þannig að það er tilhlökkun að reyna að gera betur í ár. Hefur ekki hafa bara góð lokaorð? Jú, þetta er gott. Takk fyrir. Takk fyrir.